Hæ, Guðrún Bergmann hér, velkomin í þáttinn til mín. Eins og alltaf þá bið ég þau um að smetla á like og subscribe ef þú ert ánægð með þess að þú ert að heyra hérna til að dreifa þið til fleiri, það hjálpar mjög mikið. En gestur minn í dag er kona sem ég kynntist fyrst fyrir 35 árum síðan tæpu, Ingibjörg Þengilsdóttir Miðill, vertu velkomin Ingibjörg. Já, þakkaði fyrir Guðrún. Það er hérna gaman að rifja það upp hvað er orðið langt síðan við kynntumst. Já, og það fylgir því að við hjónin eigum 35 ára brúkkusamali í ágúst á Já. Vesturkina. Þannig Það að, er sko, ég hafði ekki hugmynd um hver þú varst nei, og þetta var í rauninni fyrsta Snæfellsásmótið sem ég tók þátt í já, og, mitt fyrsta líka, já, algjörlega. Já, og já, og svo þurfti ég bara að fara á fund með undirbúningsnefndur og segja að kom einhver kona inn í búðina já, og einhver spurði kona. það var ég með betra líf sko og spurði Jú, jú, hvort að hún og við getum, hvort að þau getur gift sig við Maríulindina já, og ég ná, alveg og spila á eitthvað steinorgel já, nákvæmlega. og þannig alltaf stöðu bara allir já en var gifti hann sér að Rögnvaldur Finnbogason. hann gifti ykkur, já já sko, Já, þetta er 90 1990, já. já og 1996 nei, var það 96? Nei, 1994 þá endurnýjuðum við Gulli heitin okkar við Lindina líka. Já, já, ég sagði frekar verið 94 heldur en 96. Já, Það var eitthvað langt á milli. við vorum ekki flutt, sko. Nei, Við flytjum 95. já. En En hvað þetta kom til að þið ákvaða að vilja gifta ykkur við Maríulindina á Hellnum? Sko þetta er alveg svolítið skemmtileg saga. Máli er að ég er svolítið hvatvís og óþolinmóð og þegar við Jón vorum búin að vera saman í einhver 2-3 ár það fannst mér nú alveg tilkomið að við færum bara að gifta okkur. Og hann sagði alltaf að ég vil gifta mig upp á Snæfellsnesi og ég skildi aldrei hvað maðurinn var að tala um. Hann er náttúrulega sérstaklega sérveitumaður þannig að á skemmtilegan hátt. Já, Þannig að ég svona einhvern veginn bara, já, heyrðu, þá reddum við því bara einhvern veginn. Svo er ekkert annað en það að það var góðu vinur okkar sem að, Ólafur, nú man ég ekki hvað svona hann er, en hann hafði verið beðinn um að koma og vera með heilun og einhverja kynninga á slíku þarna á mótinu hjá okkur. Og hann spurði hvort við varum tilbúin til að koma með honum, því að hann nefndi ekki að fara einn. Jú, jú, við sagðist skildi aðtúa það og hann segir okkur að þú og fleiri séu með kynningafund þarna á einhver útvarpsrás, þarna bara viku 10 dögum fyrir mótið eitthvað álíka. já, sennilega var ég með þátt á aðalstöðinni þarna Já, þegar. og hann segir hlustið bara á þennan þátt og þá vitið þið hvað er um að vera þarna. Já, Svo náttúrulega hlustu við og þú fer náttúrulega að segja frá því að já, svo verður helgistund á sunnudeginum og það verður prestur og ég heyrði ekkert meir. Þá var ég bara að fara að gifta mig. Það var bara svoleiðis. Og ég stökk á Jón og segi, heyrðu við giftum okkur bara. Og það var ekkert neitt formlegra bónumor heldur um það. Það var bara svoleiðis. já, nú, Svo höfðum við sambandi Rögnvald og honum fannst þetta svo frábært og bara studda okkur algjörlega 100% í þessu og það var nú hann sem að útöfaði þennan mann sem að var náttúrulega tónlistarkennari í Ólasvík og sem að já, koma var á það það? stein. Já, 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 þetta var vinur Rögnvaldar. já, ég Þessi vissi, maður sko var frá Ísrael. Eins magna og það nú er, Guðrún. já. Já, takk. Þú segir aldeilis, ég meina, við vorum bara í að skipuleggja á annað og svo bara mætti maður þarna út að lind og þú veist, þetta Já, var já. vinna í öllu sem að, Það var bara stofnaðu kór og þessi vinur okkar sem að við fórum með, hann Óli, hann söng í kirkjukór í Mósesbæ, hann bjóð þar. já, já, Hann stofnaði bara kór, bara á staðnum og ég held að það var 7-8 manns eða meira í þessum kór og þeir sungu alveg svo englar. Og já, svo breystu þetta sólin út bara þegar við löppuðum öll upp að Maríulindinni og það var búið að vera svona hryssingsveður eins og oft er þarna upp frá. Og já, þetta var já, dásamlega dagur. það má segja það. Það er sko, þegar við Gulli heiti giftum okkur, þá ringdi svo mikið um morgunni
að fyrsta sem að móði mín sagði að því hún var nú þannig viðstödd var ég er með regnhlíf þegar hún vaknaði sko og ég Já, sagði við notum enga regnhlíf það verður komið sól þú veist já, sem nákvæmlega. það var já, Það var einmitt þannig, við vorum búin að vera að pæla í þessu, man ekki hvort það varst þú eða einhver aðri sem voru þarna að vinna við þetta móta, tala um það við okkur að já, hvað gerum við að verði nú bara mýgandi rigning og ég veit ekki hvað og Jón sagði alltaf það verður engin rigning, þetta er allt í lagi og það verður heldur ekki drók, við fjúkum ekki neitt og það var bara þannig. já, það er náttúrulega svo mikið skjól við lindina Já, þar er maður bara alveg í yndislegu skjóli sko. Og náttúrulega sögnin sagði að þegar Guðmundur að biskup Arason kom þarna í kringum 1230 já, að þá braust sólin út þegar þeir voru búin að fá sér að drekka úr lindinni og brynna hestunum og annað þess aftar og þá birtist María og englarnir til að biðja um að vatnið yrði blessað. já, einmitt. Og ég er alveg klára því að þá var vass yfirborðsstaða vassis var mun hærri Já, öruglega. heldur en hún er í dag vegna þess að það var á sem rann þarna niður Eyrarnar Já, og sameinaðist í rauninni vatninu sem kom úr lindinni og rann svo áfram niður og eftir gilinu niður í fjöru já, og nákvæmlega. hún var enn þarna þegar við komum fyrst sem sagt 1990 Já. og svo bara smátt og smátt hefur hún þotnað upp og vatns yfirborðið í lindinni hefur lækkað. Já, já, þetta er allt breyst gífurlega mikið þarna upp frá. Við fórum nú lengi vel á hverju einasta ári. Þetta heldum við upp á brúkusamlega okkur hérna í mörg ár eftir þetta, bara Já, já, alltaf upp frá og hérna, og við fórum svo eftir að mótin hætti, þá fórum við yfirleitt á sunnudeginum bara í bíltúr upp yfir eða bara tjölduðum einhvers staðar og vorum upp frá já, þess ekki. já, Og það er nú bara nokkur ár síðan að við fórum ekki, þetta datt auðvitað svolítið niður í þessu COVID-dæmi eins og bara allt annað já, já, já. og en við þurfum endilega að fara að byrja á þessu bara aftur. Það Það er er allt, náttúrulega tækifæri núna, 35 ár. já, og við erum búin að vera 40 ár saman og það er líki ágúst. Við kynntumst í ágúst, 1985. Já, þannig að þú Þannig veist, að, þetta er bara, ef ekki núna, þá bara hvenar. já, já, algjörlega og þetta er auðvitað bara það er svo gott, það er svo gott að eiga þessar minningar, það var svo margt jákvætt og gott sem við gerðum þarna og allt fólkið sem við náttúrulega kynntumst bara eins og þú auðvitað manst líka vel á brúkusteginum okkar að þetta var nú ansi sérstakur dagur. Sko við dansum indjánadansin kvöldið í hvað var það, 4 klukkutímar? Já, það var, sko, undirbúningurinn var náttúrulega mikill Já, og þetta var árið sem að David Carson kom nákvæmlega. og þetta var eitt fjölmennasta mótið því það voru Já, 197 sem tóku þátt í dansinu já, já, undir hans leiðsögn já, og já. og örglega svona 30 mann sem voru að horfa á eða eitthvað, þú veist, þannig að það voru ekki allir að dansa Nei, og, og ég man að vinkonu mín einn, hún var þarna með dóttur sína sem er frekar næm og skegg og hún var svo hrædd að því hún sá svo stóran indjána sem var ekki neitt með þeim sem voru að leiða athöfnina og svo já. náttúrulega kom Hilmar Örn þarna inn í og þú veist við fengum tákni við jöklinum og þetta var náttúrulega gífurlega magnað mót sko. Þetta var svona svo magnaðasta helgi sem að ég hef verið þarna en þær voru nú margar magnaðar en eins og Þið ég segi, náttúrulega hjónin voru svo virk á þessum mótum með okkur, þið komu nánast árlega Jón með svitahofið já, og þú með miðlun eða engatíma eða eitthvað já slíkt. ég var nú yfirlt alltaf með skyggnilýsingu í hringnum eins og við kölluðum það Já, og sko ég held ég geti fullyrt að hafa verið 1993 þá var svo rosalega gott veður alla helgina já, og bara glampandi sól og hiti og við auðvitað bara á stuttbuxum öllu sem við hafði nú bara ekki þekkst þarna neitt og frekar við stæðum í rigningagallanum og kuldagöllunum og þá
þá var bara allt saman flutt í þennan hring sem að fólk kannski átti sig ekki á hvað en þetta var svona skjólgarður sem að þið hefðu útbúið og reist. Já, það voru reistir svona, reistar súlur Já, eða staurar með ákveðnu millibili og ofan, nákvæmlega. og svo voru þeir tengdir með, sem sagt, hana, uh, timbri að ofan, þannig þeir voru Já, hefðir saman og síðan höfðum við sett alltaf utan um þetta, líka svona bara. striga, þannig Já, til þess að draga úr vindi. nákvæmlega. Og ég held að þetta hafi verið fyrsta árið sem hringurinn var. Já, allavega svona, já, Eða annað það var árið. reyndar, nei, hann var ekki kominn þarna þegar við giftum okkur. Nei, það var ekki Þá, komið þá. þá voru bara steinar sem að Já, mörkuðu senni, hverja hann átt. gæti hafa verið reistur 91, Já, en að því máli var, hann var í rauninni reistur utan um staðinn sem David hafði valið já, nákvæmlega. til að setja, Nákvæmlega. Það er rétt. til að setja altarið. Já, ég sammála því. Já, og hann var náttúrulega með alls konar muni sem hann kom með. Já, Hann alltaf eftir ferðartöskunni, hún var lítil brún, svona opáslega gamaldags með svona smetlu hérna, já, læsingu á já. og hún var öll í alls konar límmiðum Mhm. og svo sagði David, This is a magic bag, they never open it. Þú veist. Já, ég skil. Þannig að hann rann einhvern veginn svona í gegn í hvort það var með þetta í handfarangri eða ég man það ekki lengur. Nei. Það var sko hauskúpa af buffalóa Mhm. sem hann var með trommu, hann var með örvar, hann var með sérstaklega lítið svona medicine poka sem hann svo lét mig hafa Mhm. og geymdi og hann gaf mér trommuna, ég gaf hann áfram til fyrsta barnabarnsins en þetta er svona, Já, munir eru ennþá í fjölskyldunni já. og minningin náttúrulega mjög sterk og ég er einmitt byrjaði núna um helgina að skrifa nýja útgáfu af bókminni um töfra Snæfellsjökuls Já, 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 já. og Það, og ég, þú veist, ég skrifa hana ensku að því að hún er náttúrulega eiginlega bara fyrir erlenda ferðamenn já, en til þess að fólk viti eitthvað um svæðið já, og þá er ég myndi að rifja upp þessa sögu já, nákvæmlega. og þannig að já, þetta var magnaði tíma en í framhaldi af þessu þá varstu byrjuð varstu byrjuð að miðla þegar að þarna var komið sögu. Já, sko ég byrjaði í raun og veru 1989. Já, Þá, þá kynnust við hjónin samtökum sem að hétu Ljósgeislinn já, og Guðrún Martens, hún stjórnaði því já, og ásamt fleirum og við hérna dreifum okkur hérna í svona bæn og þróunarhing eins og þetta hét og byrjum í því áramótin 89-90 og þessi Óli sem að ég myndist á áðan, hann var einmitt hérna sá sem að leiddi þennan hring. já, já, Svo kemur til landsins í febrúar þarna 1990 maður sem heitir eða kalla sig Terry Evans og bresku miðill og var ágætlega þekktur hér á landi og hann býr núna í Svíþjóð og ég held að hann hafi það bara fínt þar. Nema það ég fer í engatíma til hans þarna í mars 1990 og þá svona segir hann mér eða staðfestir við mig þessa hæfileika mína. já, Og ég fekk svo mikið áfall að ég talaði allavega við nokkurt mann í heila viku og hérna ég laðist bara í rúmið, bara fár veik bara af sjokki og líklega vegna þess að ég hef alltaf vitað þetta og aldrei viljað viðurkenna það. já, Ég held að það hafi verið mesta sjokkið sko. já, Og svo þarna um haustið þá, þá er komið að máli við mig og mér er boðið að koma í hóp þar sem hann ætlar sérst að fara að þjálfa fólk eins og mig. Ég auðvitað dreif mig og eins og ótrúlegt að það nú er Guðrún að þá saði ég ekki orðið 3 mánuði í þessum hóp. sestu Þannig bara ég satt bara og þagði því ég var svo viss um að þetta myndi allt saman sko, klúðrast bara, ég gæti þetta ekki neitt sko. En svo bara allt í henni byrjaði ég að tala og hef nú bara, ég verið óstöðandi síðan, þannig að og ég vann með þessum manni hér á landi í
og víða ellendis. Við fórum til Bretlands og Svíþjóðar og vorum að kenna og vinna og gera allt mögulegt saman. Og ég var túlku fyrir hann mjög lengi hérna heima já, sem að reyndar var alveg gífulega mikil þjálfun og góð reynsla. En við hann í raun og veru bara var minn leiðbeinandi og kennari þannig alveg í 5 ár. já, Og ég lærði alveg gífulega mikið af honum. Því að hann kendi mér í raun og veru allt sem hann gerði ekki sko en hefði viljað gera. Það er kannski svolítið svoleiðis í lífinu. já, kannski. Hann kendi mér til dæmis mjög vel á að setja mörk í miðlunni þannig að ég vissi alveg hvar ég endaði og hvar hitt byrjaði sko. Já, Og líka tímasetningar, vera með tíman minn á hreinu og vera ekkert þú veist, og geta farið út í búðans, þetta væri að hafa áhrif á mig og allt mögulegt svoleiðis. Því já, það hafði alltaf verið mér gífilega erfitt þú veist, ég var og er það næm og ég kunni ekki á þetta. Þannig svona að setja upp varnir þínar og já, ákveða hvenær þú ætlaðir að opna og hvenær þú ætlaðir bara aðeins að vera í hvíld. já. Pásu, já, Og ég gerði samning þegar hann sumarið eftir að ég byrjaði hjá honum þá, þá átti ég nú samtal við hérna bara minn Guð svona úti í náttúrunni og ég sagði bara við Guð að sko ég geri þetta með því skilyrði að ég get alltaf verið ég og ég vinn ávallt í birtun og ljósinu. Ég mun frábært. aldrei sitja í svörtum myrkruðum kompum einhvers staðar að vinna. Það kemur ekki til greina. Ég var svo rosalega myrkfælin. Ég er það nú En, reyndar það, ekki. en við vorum að opna fyrir, ég meina við erum á þessum tíma þarna, Já, það sem að er sko nýaldar hugsjónin er að byrja að opnast algjörlega. eftir þarna Harmonic Convergence sem var það 1987 og sjö og allir rithöfundar og annað þess að það sem voru að koma fram, Louise Hay, Wayne Dwyer og fleiri með alls konar boð og upplýsingar. Þannig Já, við já, vorum bara fremst í þessari bylgju þegar hún já, fór af stað og algjörlega. og ég man sko að ég náttúrulega Gulli, businessmaður í Reykjavík, allt innu komin í einhver nýjaldamál og Jú, bókaútgáfa jú, og stjörnuspeki nákvæmlega. og allt þetta. Þannig sko e, e, fólk hélt bara að við værum biluð Já, það og fór ekkert milli mála sko, við vorum alltaf öll alveg held í kolklikku bara. en þetta var ofsalega skemmtilegu tími vegna þess að Já, mjög, það var svo frjór jarðvegur og það voru svo margir sem hefðu áhuga já. og við héldum mótin til 2001 að mig minnir árlega. Já, svo var nú Guðjón var nú með eitt mót, var það ekki 2002 eða 2003? Guðjón, sonu minn. Já, Guðjón sonur ykkar, já, Nei, ekki stakt, hann var á móti, en sko, við hættum annarkvort 2001 eða 2002. Við já, hættum þegar hann kom hérna, hann Roy Littleson. já, Indjáninn, Já, já, ég man eftir honum, og hann byggði þarna svona medicine hjól já, sem ég að man hann eftir hafði því, verið að byggja svona eða setja upp svona víða um heim. já, Það var kallað Circle of Hearts Medicine Wheel já, eða hjarta medicine hjóli. já, 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 ég man alveg eftir þessu, Já, ég var viðstödd þetta og vorum að hjálpa honum að hann gerði þetta úr steinum, ég já, man já, það, það fór allir niður í fjöru að sækja grjót já, já, til að búa til og því miður sko þá hefur vaxið yfir grasið hefur vaxið yfir hringin. já, já. Það er ekkert langt síðan ég labbaði þarna túnið þar sem að við vorum alltaf með sveitahófið og þar sem að einmitt þetta var gert sko Já, og steinarnir eru þarna allir undir. já, Þú já, veist, ég veit það. þetta er allt bara svona eiginlega á kafi í grassi, Já, þetta er allt þarna. já. En það er náttúrulega, já, kannski efni í annan þátt með orkun og allt þarna sem að náttúrulega virðist vera bara hreinlega svona farin eitthvað annað. Ég veit ekki hvernig að orða það eiginlega. Nei, veistu hvað það kom að máli við mig kona Já, fyrir nokkur árum síðan og hún sagði það er enginn að passa orkuna lengur. nei, nei, nákvæmlega.
Og það er auðvitað það sem að, þú veist, það þarf að vera einhver sem að hlúir að orkunni, Já, algjörlega. orkusvæði þarna Já, og ef að það er engin hugsun eða meðvitund nei, nei. orkuna að þá er náttúrulega, þá skynjum við hann ekki alveg á sama hátt eins og við gerðum þegar við vorum alltaf Já, já, á hverju ári í mikill meðvitund og svo náttúrulega meðan ég bjóð þarna þá var það bara partur af já, já, því að vera þetta tengingi við jökulinn en svo náttúrulega bara kemur að því að það verða breytingar í lífi manns já, já. og hérna mér fannst það svo athyglisvert þegar hún sagði þetta sko, það er engin að passa orkuna Nei, þetta er alveg rétt, sko. og ég held að það sé það sem þess vegna eru svona staðir sem hafa verið helgistaðir Já, þegar að fólkið sem skynjar helgistaðana fer í burtu þá er mhm, engin til að passa það nei, og mér til dæmis bara ég skil alveg að þau við Helgafell í hérna í hjá Snæfellsnes, nei hjá Stykkishólmi já, já, í ég held að segja, Helgafellssveit, já, já, ég skil alveg að þau hafi verið orðin þreytt á því að fólk labbaði alltaf fram í gegnum plani hjá þeim og það komur rútur og allt þetta en ég sakna rosalega gömlu leiðarinnar já, einmitt. því að það er ekki það sama að labba á fjalli lengur Nei, nei, ég fór þetta einmitt árum áður. já, Ég var náttúrulega þarna á þessum árum, ég kynntist manni sem að bjó á Grundarfirði. já, Þeir eru að vinna í Sálastafélaginu hérna nýri í Garðastræti, það hefur verið 91 og 2 líklega. Og þá hafði hann samband og spurði hvort ég vildi koma og vinna. Hann skildi sjá mig fyrir húsnæði og bóka tíma og allt mögulegt og ég geti fengið gistingu hjá honum og svo ég fór á Grundarfirði að vinna. já, Og, og þá dreifum við okkur að sjálfsögðu á Helgafell. já, Og það var náttúrulega bara æðisleg upplifun. Og svo fórum við náttúrulega í Bjarnarhöfn og því að hérna hann Hildibrandur Hildibrandur, sko þá kynntist ég honum já, og hann var alltaf mjög sérstakum maður og þessi Gunnar, vinnur okkar og Hildibrandur voru bara náfrændur. Þannig að við vorum auðvitað drifin þanga líka og fórum og skoðum kapelluna og hún er alltaf algjörlega einstök. já, Var það þá? Svo er ég búin að fara einu sinni eftir að hann dó og þá einmitt gerðist þetta nákvæmlega sem þú varst að lýsa. Þá fannst mér orkan vera svo mikið farin. já, En, en sko þetta er náttúrulega, það er svo mikið að stöðum hann á Snæfellsnesinu að þetta er bara, ég er búin að fara náttúrulega hann út um allt og skoða svo mikið og einu sinni keyrðu við yfir ásinn, jökulásinn, sko, leigðum jeppa, við vorum með útlendinga með okkur frá Bandaríkjunum og við keyrðum hann yfir og það var svo mikið þoka að sko, og ég alveg miður mín af því þau fengu náttúrulega ekkert útsýni og þegar við erum komin upp og ég segi við Jón þetta, við verðum eigum við ekki kannski bara að fara aftur tilbaka, við þekkjum þá leið betur og förum eitthvað að tala um þetta við þau og það sem neyninni höldum bara áfram, þetta er svo dásamlegt og þá sko, við föttum ekki alltaf að sko, hvað öðrum finnst þeirra mikil upplifun. Þeim fannst svo mikil upplifun að vera þarna á einhverju malavegi langt upp í fjalli á Íslandi og konan alltaf mjög skygg já, og hún fór bara að lýsa fyrir okkur öllum vættunum sem að þarna voru og það var bara allt öðruvísi heldur en það sem ég hefði nokkuð tíman upplifað þarna. dásamlegt Þannig að sko það, margt býr í þokunni segir líka já, margir. já, 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 mjög mikið, en það er sko, þú veist, hann að Hildibrandur var náttúrulega skegg Mhm. og hafði heilunar, hann Já, að, já, hann kom með svo námskeið til mín eins og niður. já, var mikill heilari Já, og vildi bara fara svona hljótt með það. já, 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 og gerði Hans það alla tíð. orka og tenging við álfana Já, í kring já, já, var önnur heldur en hún er hjá Guðjóni Sinnans, sem er að sjálfsögðu, þetta eru alltaf tveir einstaklingar bara já, og já, Guðjón er líka bara alveg fínn maður, það er já, bara já, stendur sér bara vel í því að reka þetta áfram eins og þetta stækkar stöðu hjá þeim já, og það bara er- manna því. já. En hérna, já, Hildibrandi var alveg sérstakur. Það var náttúrulega það dásamlega við hann talaði engin tungumál, önnur heldur en Nei, íslensku, nei, nei. en hann hélt sko að ef hann talaði hægt, Mhm. þá skildu þau Já, allt sem hann var að segja.
Svo já, einhvern tíma var ég þarna sem oftar, ég kom náttúrulega mjög oft við hjá honum og og það voru þarna erlendi gestir sem hann var búinn að vera að skýra fyrir annar hlutina já, og svo segir hann, "Þú kannski skýrir þetta fyrir en þú virðast ekki alveg skilja þetta." ákveðlega. En svo náttúrulega núna er búið að taka í notkun nútíma tækni og það er bara skjár upp á vegg sem að segja söguna þannig að Já, þannig þetta er auðvitað þróun já, já. og Ég hef ekki komið að því nokkur ár þannig. já, nei, og það er ekkert langt síðan kom síðan sko, þannig þetta er þróunin og svo líka hitt það er ennþá hægt að fá hágallasmakka, Já, já, algjörlega. það Já, fer ekki já. sko, já, þannig það er þetta ásanlegasta, en ertu að starfa sem miðill í dag? Já, ég er að því og það hefur reyndar verið smá hlýja hjá mér núna af ýmsum ástæðum sem að þú náttúrulega þekkir. Tengdamóði mín lest þannig í febrúar og þá hreinlega var ég bara að loka. Það var ekkit hægt að hafa það öðruvísi. Nei, Og það sést nú alveg á mér að ég er svona aðeins þreytt eftir þetta allt saman. Þetta er búið að vera, en gengið mjög vel. Og það er gaman að segja frá því að með hana Dóru tengdamóðu mína að hún var með náttúrulega mikil svona ég lærði mikið af henni já, og við af hvor annari. já, Hún kom oft á námskeið til mín, hún var oft á allskins miðilsfundum og það er svo gaman að því að þegar að hérna, ég á hana ammæli í september og ammælistagurinn minn þarna eftir mótið 1990 þá fæ ég pakka frá henni eins og alltaf, við fengum alltaf pakka frá Dóru. já. Heyrðu, þá voru það medisinspilin frá hana David, með hana David, sko sem að, þú veist, ég meni, ég hafði ekki eins og sagt henni frá þessu Guðrún. Vá, en frábært. Og ég hef alltaf metið þetta svo mikils því sko, þetta sýndi líka bara svona hvað hún var tengd. Ég er svo þakklátt fyrir að hafa kynst henni. Já, algjörlega og ég bara, Það var mjög ég sko mögnuð hefði kona. geta verið við jarðarförin hennar því að hún var algjörlega dásamleg. Hún var borin út, þá voru allir í hérna þjóðbúningum og þetta bara tókst svo vel. Já. Og Ég, ég sko ég bara, var með ykkur í anda, en já, ég fann það alveg og það var bara dásamlegt og það var líka eitt sem að það var svo gaman, sko, það er kannski aðsnald að segja að það hafi verið gaman við jarðarför, en það var gaman í jarðarförin hennar, já, virkilega, af því það var svo mikill kærleikur og svo mikill gleði, af því að hún var frelsinu fegin, já, algjörlega. já. Hún hafði engan áhuga á að vera í þessu lífi fyrst hún gæti ekki nota hana líkama lengur, sko. Hvað var hún orðin gömul? 94 ára sín í nóvember. Hún var að vinna í apríl í fyrra, fyrir árið síðan. Og hún, bara svo að hafa þá hreinu fyrir þá sem ekki þekkja til, þetta var Dóra Jónsdóttir, Já, guldsmiður. gullsmiður sem rak gullkistuna á Frakkastíg Já, og smíðaði meðal annars allt þjóðbúningaskaftið. já, hún var sérhæfði sig í því og var bara, eftir því sem að ég get séð með því að vera að tala við fólk og leita mér upplýsinga, þá var hún staðist í því, Já, í áratugi. já, Ég held ég sé alveg að fara með rétt máli í því, sko. já, En svo náttúrulega, deyr hún hérna 11. febrúar og bara og það bara ringi síminn og við erum látið vita og hérna við ákveðum að hafa bænastund með fólkin okkar þarna um kvöldið og við förum til hennar og þetta var nú bara lítill hópur og presturinn kom og var með okkur sem er vinkona mín og þegar ég gekk inn í herbergið þá sko þá var allt fullt af svona litlum dansandi álfum inn í herberginu og svo var bara risastórt ljós fyrir ofan rúmið hennar. já, Og ég sko bara stóð þarna alveg stjörf og hérna og bara og ég kemst bara við þú bara ennþá því þetta var svo stórkostleg upplifun já, og, 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 og svo sko var pappans Jóns mættur þarna það veit náttúrulega ekki allir þá sögu en hún er mjög sérstök og það er mjög sérstök að hann hafi verið þarna kominn hann lést náttúrulega 2011 og
og þau áttu nú bara þennan son saman og þeim auðnaðist ekki að gera eiga saman líf. nei, En ég veit að þau elskuðu hvort annan mikið á þessum tíma og hann er alltaf austurískur og var ekki kallinn bara mættur hann. Og hann var svo ánægður að fá Dóru sína, hann bara stóð og hélt á henni. Og mér var dásamlegt. þetta svo magnað, ég bara, já, það er Dás- auðvitað líka viss forréttind að geta skynjað og séð svona. Já, já, mjög mikil, mjög mikil. En það er athyglisvert að það skildi vera sko dansandi álfara því hún alltaf var svo mikið í þjóðdansafélaginu. Já, og þeir voru allir í svona búningum eins og bara, þetta var eins og maður veri bara komin í Lord of the Rings eða eitthvað, sko. Já. Þetta var bara álíka dæmi. Já, hún hefði elskað það, sko, þetta er bara, já, þetta er algjörlega hennar anda, en dásamlegt, já, þetta er En alveg stórkostlegt. svo gekk þetta allt saman og svo núna, sem sagt, já, það er náttúrulega bara mánuður núna í vikunni frá því að við jörðum hana. Þetta er nú ekki langur tími, sko. Og Þetta svo er, stendur bara búðin, við getum bara mætt þarna niður til að morgun guður og opna þessa búð. já, hún er ennþá bara þarna, Já, við erum ætli, svona byrjuð að undirbúa, við erum ekki búin að ákveða neitt hvað verður gert við þetta allt saman. nei, Þetta nei, er það stórt verkefni að þetta tekur einhver svona skref. já, 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 En við erum komin með fólk með okkur, bæði frá Þjóðdásafélaginu og fleirum sem að ætla að aðstofa okkur. já, frábært, Þeir eru búin að bjóða fram hjálp og stuðning og við að sjálfsögðu þykju það bara og þetta vinnst. Eins og maðurinn minn segir, þetta er verkefni en ekki eitthvað sem við förum að stressa okkur yfir. nei, þetta er svona ferlistæmi, að Já, því það þarf, hérna, það er sko spurning, er einhver sem hann tekur við þessu, er einhver sem er tilbúin að reka verslun þarna, já, þetta er allt bara í athugun. já, það er alltaf, en ég sko dáðist að henni að vera þarna Já, nákvæmlega. alltaf á Já, já, hverjum degi og ef hún var ekki í búðinni þá var hún uppi og þá var hérna miði á hurðinni. já, já, opið Mætaði. uppi. Já, þannig að það var, ég var mjög glöð að þegar við föttum sko að ættir okkar rekjast saman, Já, já, en ég og nákvæmlega, maðurinn sagði mér það. held ég fjórmenningar, þriða fjórmenningar, það er eitthvað, Já, svolítið svoleiðis stutt já, sko, já, já, já. þannig að það er dásalegt, en hvar ertu með hérna skrifstofu í dag, eða þú veist, eða Og, tekur á móti fólki? já, ég er með mjög fallega skrifstofunir í Síðumúla 33 Já, á annari hæð og og ég hef verið þar allavega svona mestuleiti 2 daga í viku já, og það hefur bara gengið mjög vel og verið bara mjög gott og gaman. Og alltaf, þó ég hafi lítið verið að láta vita af mér og alltaf lítið sem ekkert auglýst eða neitt slíkt, að þá einhvern veginn hef ég alltaf nóg að gera. Það er, sem er frábært, já, og ég er þannig gerða að ég hef aldrei nokkuð tíma þóla biðlista. Ég bara þóla ekki svona uppsafnað lista af fólki sem já, ég á svo eftir að ringi eða hafa samband við eða auðvitað byrjaði þetta náttúrulega þegar ég byrja að starfa 1990 og þá er ekkert internet eða eitt eða neitt og maður varð að skrifa bara allt í stílabók. Ég held já, að þetta hafi nú byrjað út af því að þetta er ekki smá vinna að pikka upp úr einhverju stílabók og fara að ringi fólk. Þannig það er heilmikil vinna sko, já, Ég var aldrei nokkuð tíman með biðlista en ávallt hef ég verið bókuð svona 2 til 3 vikur fram með tíman og mér já, finnst það bara fín. já, já, það er bara mjög fín, Það bara eins og þetta að ég var bókuð kannski, já, rétt rúma viku þegar þetta gerist með Dóru og ég þurfti ekki að ringja í sko eitthvað 30-40 manns nei, eða eitthvað annað. já, Því ég er alltaf minn eigin skrifstofustjóri og ritari og allt saman. Ég hef ekki ráðið fólki í það. Ekki í mitt, sko, en nei, nei. þetta er að guðslukku þá í fyrirtækinu okkar Jóns að þá er komin alveg næstu 1,5 manneska í staðin fyrir mig. Þetta er svona tröllkonur eins og þú og ég. Það þarf dálítið marga til þess að leysa okkur af. Já, já, það er alltaf, já, já, það er alltaf hérna, já, Já.
Það er bara þannig, Við en tökum það að gengur okkur, bara rosa vel. Þannig ég er að, svona, ég fer aftur að stað bara núna, við erum að fara í smá frí núna fyrir páskana og svo byrja ég bara aftur eftir páska. já, frábært, gaman að vita það. Ég Já, bara, ég sé bara ekkert annað en ég treysti því að þið fagnið í ágúst. já, við gerum það. Ég verður reyndar ekki á svæðinu, ég verð á svæðinu í júlí. Já, En þannig að ég ætla að vitja Jökulsins og ég fer núna eitthvað í vor út af bókinni til þess að taka myndir og svona þannig að já, nákvæmlega. þeir aðeins fer að hlýna og birta og svona og vinna kominni í horfið. Þannig Já, að ég bara segi takk æðislega fyrir já, að bara sem liðs. ég segi bara takk fyrir að vera í lífi mínu af því þú ert náttúrulega búin að vera stór þáttur í gegnum alla Já, sem liðs, takk. Það er og ansið maðurinn mikið sem líka. að svona, tvinnast saman hjá okkur. Já, já, á Ansið mjög margt. skemmtilegan hátt. Mjög Manstu þegar við skemmtilegan. vorum á, hérna, ég kom á, hérna, var það ekki Gyðju helgin Við helgarnar, jú. og það var, og við máttum ekki tala. Já, Svo kemur þú á sunnudeginum og segir, nú ætla ég að, hérna, nú verð ég að tala við ykkur, ég ætla sérst að brjóta bannið já, að því að, hérna, ah, hverfur allt úr höfðinu á mér, að því að prinsessan hann í Bretlandi, hún dó. já, hún dó, já, Já, já. af Já, hverju þú munum við ekki hvað varst hann þá heitir? Helgi. Já, 1900, Uh, ah, 95, 95, 95, dó hún ekki, já. Dýran prinsessa, 31. ágúst, já. Það var, Diana prinsessa. já, það hafði rosalega áhrif á mig. Já, okkur allar. Okkur allar, þetta var alveg Og bara, bara enn. já, Þetta já, var stórmerkileg kona að sjálfsögðu já. og barðist náttúrulega fyrir réttindum okkar og hennar, Hún var bara svo hugrökk. já, Í ljósi þess að hún var innmúruð í þessa konungsfjölskyldu. já, já, já. Þetta Það var var alveg náttúrulega bara ótrúlegt. rosalega hugrakkt. Og hugsaði, mér finnst svo oft einhver svona minnistæði atvik hafa gerst á milli okkar. Þú veist, þetta er eitthvað, ég man alltaf eftir þessari helgi. Já, vá. Þú Já, veist, já, þetta er svolítið magna. já. En já, tíminn Við okkar, höldum áfram að halda sambandi. Það er bara svo leis. já, já, við gerum það. Já. Svo ég segi bara takk æðslega fyrir í dag. Já, takk sömuleiðis, skora mín. Já, sendi kærleik og ljós til þeirra sem eru að hlusta Já, og takk, ég gerum það líka. sjáum Takk síðan. hérlega fyrir mig. Takk.